Óli Marfmann þjálfari. Þjálfari fyrir línu og Breiðablik. Nei, þeim. Leifur Leifs. Það ekki að ná í Gulla bara. Óli, getur þú beðið ykkur af strákunum að ná í Gulla? Hann var búinn að lofa viðtali fyrir leik. Þannig að... Hann að koma hérna. Hann að koma. Hvað varstu að fá stillingin? Við ætlum að fá hann bara hér. Við ætlum að fá fyrirliðana líka með hérna. Sælir, Tómas. Blessaður, Tómas. Við erum komin í beina. Við erum komin í beina. Jæja, gott fólk og velkomin í beina útsendingu á Blika TV. Við erum stödd hér í kórnum þar sem er að fara að hefjast leikur HK og Breiðabliks í Bósmótinu. Þetta er ekkert venjulegu leikur en það lið sem vinnur þennan leik, það fer í úrslitaleik og mætir KR síðar. Hérna hjá mér er hann Bjarki Már. Bjarki, þú ert mikill HK-ingur. Já, bara rauður í gegn frá barnsbeini, sko. Fæddur inn innan klúbb. Þú ert einn af fáum leikmönnum sem hafa spilað í öllum deildum á Íslandi, ef mig minnir rétt. Já, ég held ég sé mér leik í flest öllum deildum. Bæði með HK og sem spilaði með Ími á tímabili þegar að koma upp meðslum. Þannig að já, ég náði nokkru leikur Pepsi-deildinni og fyrst-deildinni og annarri, já, ég held að það sé alveg hárrétt hér. Svo ég haldi áfram, ég vann mína heimavinnu, 7 leikir undir 17 ára. Já, ég náði, við vorum heldur sterkan árgang HK-ingar þar, við vorum nokkri HK-ingar þar og með sterkur leikmönnum eins og Rúrik Gísla og Theodor Elmar og fleiri. Varst þú betur en Rúrik? Ég var ekki verri allavega á þessum tíma. Þótt hafi ekki alveg farið sömu leið ferillinn henn. Ég hefði getað náð langt, ég er alveg viss um það, hefði ég ekki meiðst. Og þú skoraðir 1 mark? Skoraði 1 mark með bylmingsskoti á svona 25 metrum, 6 metrum fyrir utan teig. Manstu á móti hverjum? Það var á móti Litáin. Þú átt 87 leiki í meistaraflokki og 9 mörk samkvæmt heimasíðu KSÍ. Já, það hefði mátt vera fleiri en ég er alveg stoltur af þessum leiki sem ég náði. Eitt á lokum, hvernig fer þessi leikur? Ég er náttúrulega vonast að HK fari í úrslitinu, alla leið. Þetta fer 3-1 fyrir HK. Takk fyrir Bjarki. Góði. Jæja, hérna eru liðin komin inn á völlinn og leikurinn fer að byrja og ég held að við ættum bara að gera okkur klára uppi og segjum þetta gott í bili og sendum á myndstjórn. Og þá þarf ég að lappa bara með kameruna. Og það bara ætti með mækinn. Já, hérna sé ég mjög fallegan afturenda. Nei. Hérna mæta liðin inn á völlinn eins og fyrr segir. Þetta er leikur til styrktar Bjarka Más Sigvaldasonar sem hefur glímt í krabbamein undanfarin 6 ár og það er vel mætt hér í kórinn í Kópavogi og þeir sem eru að horfa á þetta geta lagt inn fé til styrktar fjölskyldunni. Ef þið farið inn á blikar.is þá sjáum við reikningsnúmerið þar. En við skulum leyfa myndunum að njóta á hana leikurinn byrjar og við Magnús Valur Böðvarsson ætlum að gera okkur klára. Já, Maggi, það er bara þokkalega mætt hérna í kórinn í kvöld. Já, þetta er bara virkilega flott mæting og bara þetta er frábært framtak og allir að sýna virðingu sína
sem bara hreint og beint ótrúlegt. Það svo sannarlega satt og það kannski við hæfi núna að við förum yfir byrjunarliðin ef að ég byrja bara á liði HK. Þú byrjar á HK. Já, ég skal lesa lið HK. Þar í markinu Sigurður Hrannar Björnsson, kallaði Diddi oftast. Númer 4 Leifur Andri Leifsson. Númer 7 Ásgeir Martinsson. Númer 8 Máni Austmann Hilmarsson. Númer 9 Brynjar Jónasson. Númer 10 Bjarni Gunnarsson. Númer 11 Ólafur Örn Eyjólfsson. Númer 16 Birkir Valur Jónsson. Númer 18 Atli Arnarsson. Númer 19 Ari Morína. Og númer 21 Hörður Máni Ásmundsson. Þá að lið Blika í þessum leik. Í markinu Gunnleifur Gunnleifsson, síðan kemur Davíð Kristján Ólafsson, Damir Múmæðjević, Viktor Margísson, Elvar Freyr Helgason, Davíð Ingvarsson, Alexander Helgi Sigurðsson, Willum Þór Willumsson, Brynjólfur Willumsson, Arnór Gauti Ragnarsson og Aron Bjarnason. Nú þjálfaraliðana hér að Ágúst Gylfason þjálfari Breiðabliks og þjálfari HK Brynjar Björn Gunnarsson. Þú ert með þetta allt upp á 10. Sjálfsögðu. Nú dómarar hér í kvöld ekki af verri endanum en það þannig að Vilhjálmur Alvar Þórarinsson verður á flautinni og honum til aðstoðar verður Oddur Helgi Guðmundsson og Gylfi Sigurðsson. Og þess má geta, þetta gaman að geta, ég sá uppi áðan að þá voru dómararnir að borga sinn á leikinn einnig. Þannig að glæsilega, virkilega vel gert. Allir samankomnir standa saman að þessu fallegu framteki að styrkja Bjarka Má. En eins og fram hefur komið að þá berst hann við krabbamenn og á stutt eftir. Liðin í dag spila þannig að HK spilar 4-2-3-1 system eða kerfi og Blikar spila 3-4-3. Þá má síðan segja ýmislegt þetta en leikurinn farinn hér á stað og saman að Leifur Andri að spyrna langt fram. Kemur Arian. Já, markspyrna hana. Það hornspyrna. Það byrja á hornspyrnu. Oddur Helgi með þetta allt á hreinu. Já, sjálfsögðu. Kemur Ásgeir Martinsson, fæddur í herrans ár 1994. Já, það gott ár. Já, HM 94, eitt skemmtilegasta HM sem ég man eftir. Þá kemur hann með hornið. Og ná að koma þessu frá Alexander Helgi, Ólafur Örn. Davíð Ingvarsson. Hann uppalinn í FH þessi strákur. Bróðir Einar Karls Ingvarssonar, leikmann Vals. Já. Þá Willum Þór Willumsson. Þetta farinn. Búinn að vera mjög eftirsóttur Willum og koma að minnst að kosti 2 tilboð frá Spezia sem sama félag og Sveinn Aron Guðjón sem var seldur til. Á Ítalíu Elvar Freyr hérna með kicks og þá koma þeir HK-menn Bjarni Gunnarsson yfir á Mána Austmann Hilmarsson. Máni með boltan. Og þvílík markvarsla hjá Gunnleifi Gunnleifssoni. Sáu þið þetta? Gamli maðurinn. Þetta var rosaleg markvarsla. Ég sá þennan inni, Magnús. Bjarni Gunnarsson með rosalega skalla þarna. Þetta var skemmtilega gert hjá Herði Mána Ásmundssoni. Frábær fyrirgjöf hjá honum. Strákur fæddur 1999. Það var rosaleg markvarsla hjá Gunnleifi. Gamli hefur engu gleymt. Ég hef alltaf sagt að besti markmaður Íslands fyrr og síðar og ég stend við það og ég stend við það ennþá það í dag 2018 og mun örugglega standa við það líka 2019. Já, frábær markmaður og hann hefur þess móti gaman að sketta, hann hefur verið fyrirlið beggja þessa liða, hann fyrirlið í dag hjá Breiðablik, hefur verið fyrirlið hjá HK árum saman. Og tók fyrirlega bandi hjá FH það ár sem hann var þar. Og hann spilaði... Þegar ár fyrirgefið? Spilaði meðal annars með Bjarka Má Sigvaldasyni sem leikurinn til styrktar. Já. Ára Blikar Elvar.
Elvar Freyr. Kemur hún út á Davíð, nei. Þetta var léleg sendingi á Elvari Freyr, hann veit það sjálfur. Elvar virðist vera svona smá vanstiltur í byrjun leiks. Ára Máni Austmann. Tvíburabróðir sem heitir Dagur og er á mála hjá IBVF. Þá kemur nýji leikmaðurinn Andri Atli Arnarsson. Arnarsson fyrirgefið. Kemur frá EM-ennum. Upp að líni Leiknis í strákur held ég. Það sé frá Sauðárkróki. Já, eða allavega hann spilaði í Leikni. Það er nokkuð vissum að það sé frá Sauðárkróki. Já, það getur bara verið meira rétt hjá þér. En á leiki með Leikni. Já, við spilum með Leikni meðal annars. Davíð og Elvar. Þá er Elvar Freyr. Brynjólfur. Arnór Gauti. Það gerir Arnór. Við boltan minni yfir á Davíð Kristján Ólafsson. Frábær. Þetta með sendingu fyrir, það er engin. Jú, þarna kemur Davíð Ingvarsson. Davíð hérna með Alexander. Alexander aftur á Davíð. Kemur fyrir gjöf. Frábær bolti. Skallið þarna frá Brynjólfur Darra. Brynjólfur Darra, yngri bróðir Willums. Það er svo kann. Willums þema inn á miðjunni hjá Breiðablik. Báðir bræðirnir þarna. Báðir bræðirnir í grænu. Pabbi ánægði með það þessu í grænu. Ef það var ekki grænu þá vildi hann væntanlega að þeir væru í röndóttu. Já, ég er að tala um pólitíska skoðun. Já. Þá er það Aron Bjarnason. Og það er Brynja að missir aðeins á boltanum. Og þá kemur Willum. Hörku skot hann í. Já, eins og menn vita þá komu HK-menn upp í haust úr inkasso og hvað gerir hérna Bjarni Gunnarsson? Hann er við baráttu við fær hornspyrnu. Viktor Margeirsson og hann fær hornspyrnu. Eftir síðustu hornspyrnu þá skapaði svolítið hætta. Og nú sjá hvað gerist í því. Ásgeir Marteinsson. Ég er snortinn yfir mætingunni hérna. Þetta er glæsileg mæting í nóvember í leik sem er í æfingamóti. Frábær mæting. Þetta sé ekki Beinni útsendingu á Blix TV. Þetta sé ekki kringum 500 manns hérna. Já, ég ætla ekki að telja þetta. Ég sé aðeins meira. Já, gæti verið. Ásgeir með hornið. Og þeir eru í vandræði með að koma þessu frá. Atli þarna, kemur Elvar Freyr Helgason og þá er það Ásgeir. Og þetta er mark! Það er mark! Það er komið mark! Já. Ég er að segja það er eftir 6 mínútna leik. Hver skoraði, Maggi? Birgir Valur Jónsson. Hann á nokk, hvort hann eigi 1 eða 2 21 landsleiki. Jú, hann fór með þeim til Kína líka á dögunum. 21 landsleikinu. Skoraði held ég 2 ef ekki 3 mörk á seinasta tímabili. Og Birgir Valur búinn að koma HK yfir. Hann er að spila í miðverðinum í dag. Var í raun og veru nánast allt seinasta tímabili í hægri bakverði. En er að upplagi miðvörður. Og er bara búinn að vera fasta maður í liði HK í 3 eða 4 ár og hann er bara rétt tvítugur, eða ekki? Hann er fæddur 98 ef ég mann rétt. Staðan því orðin 1-0 fyrir HK. Það verður virkilega forvonilegt að sjá sem þessi lið spila bæði í Pepsi-deildinni í sumar. Það er langt sem við fengum alvöru Kópavogslag. Það hefur ekki gert síðan 2008. En Maggi, já. Ég veit það ekki, en átti Gulli að gera betur? Já, klárlega. Gunnleifur átti að gera betur. Og hérna HK-menn eru bara miklu ákveðnari hérna í byrjun. Fyrsta marki eftir 6 mínútna leika á 7. mínútu. Það var slög sendingi á Aroni Bjarnasinni. 7 mínútur. Það er Arnór Gauti uppalinn í Mosfellsbænum þessi strákur. Þá kemur Davíð Ingvarsson, Alexander Helgi, Willum. Þarna var
Aron Bjarna, þeir halda þessu áfram, það Alexander Helgi. Gefur hérna Elvar Freyr, það gerir Helvar, hann gefur aftur á Alexander. Alexander verið virkilega óheppinn með meiðsli á sínu ferli. Mjög mikið, var í útlandinu þessi strákur, kom heim í fyrra eða ekki rétt hjá mér? Ég held að hann hafi komið fyrir 2 árum en bara búinn að vera meira eða minna meiddur nánast alveg allar götur síðan. Kom bara á láni hjá Víking Ó í fyrra hluta tímabilsins. Já, og kom svo sterkur inn og skoraði mikilvægt sigurmark gegn KR. Það er rétt. Og meiddi svo aftur, fekk höfuðhögg, heilahristning og þurfti að frá að hverfa í einhvern tíma. Já. Saman að langur bolti upp á Brynjar. Brynjar Jónasson. Brynjar Jónasson, strákur uppalinn í FH. Og kemur núna á Arian. Arian fær hornspyrnuna. Það er 3. hornið. Já. Arian er virkilega sprækur strákur uppalinn hjá HK og já, bara binda mikla vonir við hann. Hann er að spila í hægri bakverði, virkilega snöggur. Sóknarmaður svona upplagi. Já, og ég held að hann eftir að geta komið skemmtilega óvart í hægri bakvarðarstöðunni. Það er aftur hornspyrna og það er aftur enn einu sinni Ásgeir. Og flottur bolti. Og enn er að Birkir Valur sem er í baráttunni. Já, hann er allt í öllu þarna í hornspyrnunum, hann Birkir Valur. Jónsson, strákur fæddur 98. Já, þetta er þrátt fyrir það, þá er þetta fjórða hún taka 4 tímabili í meistaraflokk. Hún var byrjunarmaður í 3 tímabil sem er frábært. Það er Þarna var bara Brynjólfur ákveðnari heldur en Máni og náði þessu. Það er harka í Brynjólfi. Hann skoraði annað markið í glæsilegum 2-1 sigri á Tyrkjum undir 19 ára bara á dögunum. Og það var að Willum. Og Willum, slögsendingi Willum. Vel gett hjá Leifi Andra þarna. Las þetta. Leifur Andri verið hluti af HK-liðinu í mörg ár. Hann er 29 ára gamall og hefur bara spilað fyrir HK og Ími varalið HK. Ára Davíð Ingvarsson, hvað gerir Davíð? Elvar, hvað gerir Elvar Freyr? Hann reyna að lauma boltanum hana inn fyrir. Þetta er ekki að ganga og þá kemur Leifur. Leifur fljótir að finna að Brynjar og Ásgeir og Bjarni. Nei, Alex er á undan. Kemur þessi til Gulla. Hann virðist vera smá vinna framöndan að reyna að mastera þessa 3 manna vörn hjá Blíkunum. Já, þeir HK-menn sækja svolítið að þeim og pressa á svolítið hátt hérna uppi. Það tekur mikla orku. Tekur orku en þetta eru flottir fótboltamenn í Breiðablik og klókir. Já. Það er Brynjólfur. Aron Bjarnason, hvað gerir Aron? Nei, þetta gekk ekki og Mér finnst Blikarnir verið að leita dálítið mikið inn á miðjuna og þá eru þeir kannski orðnir dálítið fjölmennir á miðjunni. Það er að hnoða þarna eitthvað, reyna að hnoða. Já, í staðinn fyrir að reyna að nota kantana. Þetta er frábær fyrirgjöf en Gulli kemur. Vel gert hana hjá Bjarna Gunnarssoni. Þá kemur Willum Þór, hvað gerir Willum? Hann er með bróður sín hérna við hliðina og hann tekur kostin að senda á Aron sem missir boltan og þá kemur Leifur. Ólafur Örn og Atli eru duglegir að vinna boltan. Það er eitthvað Ásgeir þetta sinn. Þannig eru duglegir að loka hann á Blikana. Já. Nú fréttum frá HK eru þær í rauninni að þeir eru að vonast til þess að semja við Elvar. Frans Elvarsson úr Keflavík og síðan er hann kominn til þeirra... Egill Atlason. Nei, bróður hans. Emil Atlason. Emil heitir hann sko. Þetta var... Ég ætlaði líka að fara að segja Egill, en Egill er hættur knattspyrnuiðkunninn. Hann er þjálfari hjá kvennaliði Þróttar. Já. Er að gera góð hluti þar. Já. Með Chamberlain vinnu sínum. Já. Þá koma breyk ára Willum.
Arnór Gauti sem sendi kannski ekki alveg upp á 10. Hákáingarnir komast einfallega bara inn í þetta. Gefur hérna fram og þar Damir. Davíð Kristján, Damir. Damir hérna missir boltan og þá koma Hákamenn og það Brynjar. Vel gert hjá Brynjari. Og góður bolti á Ásgeir Marteinsson. Ásgeir Marteinsson. Og Ólafur Örn. Og aftur Ásgeir. Og fín fyrirgjöf og vel gert hjá Damir. Þú sér að það skapast mikil hætta þarna. En þegar Hákáingar koma svona upp kantinn. En núna Skyndisson hjá Háká. Nei, hjá Blikunum. Og Brynjólfur Darri. Það Brynjólfur. Og Elva Freyr kemur hann utan á hann og ágætt skot hjá Brynjólfur Darra, rétt framhjá. Þetta var langt framhjá og ekki gott skot. Ágætt tilraun. Já, tilraunin. En þeir eru allt og lengi að þessu. Þeir eru komin í góða stöðu og hlutinni í raun og gerðist allt og hægt að mínu mati. En þú tekur eftir því, Maggi, að í rauninni allt spili í Háká fer hérna upp hægra megin. Það fer nánast eingöngu upp hægra megin upp á Ásgeir og Bjarni og Brynjar eru búin að vera að leita allir mikið út á kantinn og eru búin að halda boltanum vel og koma boltanum í góðar stöður og þeir eru náttúrulega að nýta sér þessa veikleika sem fylgja því að vera með þriggja manna vörn og Davíð Kristján hefur ekki verið alveg nógu duglegur að detta niður í stöðu. Það kemur hann með sendingu og það Brynjólfur og bróður sín Willum og þá það Davíð Ingvarsson. Hvað gerir Davíð? Vel gert hjá honum. Kemur boltanum fyrir en þetta fer beint í hendurnar á Sigurði Hrannari Björnssyni, markverði Háká. Já, Titti öruggur í markinu þarna. Það Ásgeir. Og Arjan. Atli. Ásgeir. Arjan. Vel gert þarna hjá Viktor Erni. Þetta alltaf aukaspyrna, vel gert hjá Vilhjálmi. Tekinn hérna seinni séns. Vilhjálmur Malvar búinn að láta þetta fljóta bara mjög vel. Og fyrir þá sem að koma að skjánum þá staðan 1-0 fyrir Háká. Þeir skoruðu á 70 mínútu og þar var að verki Birkir Valur Jónsson. Ansi skrautlegt mark myndi ég segja. Já, frekar klaufalegt. Klaufalegt hjá Gunnleifi, en að því sögðu þá erum við komin á 16. mínútu hér í þessum leik. Og Elvar. Það gerir Elvar Freyr. Þetta bara að fara að sjá á Aron Bjarnason. Þetta hefði getað verið aukaspyrna en hann misti boltann of langt frá sér. Bjarni Gunnarsson. Og við sáum hvað Arjan hann að fljótur að keyra upp hægri kantinn. Nákvæmlega sem við vorum að tala á hann, reyna að komast upp hægri kantinn. Davíð byrjar að náða að bakka hann vel. Hann kom að Hákáingar. Og vel gert Ólafur Örn Eyjólfsson. Kom skemmtilega inn í Háká-liði í sumar og án þess að hafa mikla reynslu, fengi mikið að leikjum í meistaraflokki, þá var hann gjörsamlega frábær í liði Háká í sumar. Virkilega flottur strákur. Og góður bolti inn fyrir og hvað gerir Brynjar? Og kemur boltan fyrir og Máni Austmann í góðu færi. Þetta var bara ágætis sókn þarna hjá þeim en það var svona eins og að vera eitthvað högt á honum Brynjari þarna. Já. Fór ekki alveg á fullu gasi, hvort hann hefði haldið að hann var í rangstæður eitthvað þannig, en það var ekkert svoleiðis og það var svona í hálfgerðu slow motioni. Það verður forvænlegt að sjá hvernig Brynjar muni vegna í Pepsi-deildinni. Já, ég hlakka til að sjá það og strákur sem að, eins og ég fyrst segir, alveg upp í FH fór síðan í Fjarðabyggð, þaðan í Þrótt Reykjavík og búinn að vera í Háká núna, hvað undanfarin 2 ár eða ekki, eða jafnvel lengur, 3. Hann búinn að vera 2 ár. Og Aron Bjarnason, hvað gerir Aron? Og Willum, Aron. Þetta þröngt. Þetta þröngt, hvað losaði boltan? Hvað Þetta ekki neitt, hann lætur sér detta, það þýr ekkert að röfla. Og Alexander Helgi, þetta aukaspyrna. Já, þetta á stórhættulegum stað. Og kemur ekkert á óvart ef Alexander Helgi myndi taka þessa spyrnu. Nei. Eða Willum. Já, annarkvort. En talandi þetta áðan, þetta ekkert brot.
Þetta er aldrei ekki, víti. aldrei brot, ég er sammála því. Og það var vel gert hjá Vilhjálmi Alvari. Einn af okkar betri dómurum. Davíð Kristján líka gerir sér líklegan. Mér sýnist þetta samt ætla að vera Alexander Helgi. Og þetta er bara kroppasýning, Maggi. Já. Viktor Örna að munda magavöðuna. Hann er í góðu formi, drengurinn. Já, verður sér í fínu formi. Hann var... Sér myndatökumæður er engan áhuga á þessu. Hann fekk mikilvægar reynslu í sumar. Og það er Davíð Kristján eða Alexander Bróðir Helgi. 5 ára, bara svo það komið fram. Sjálfsögðum. Við skulum sjá hvað gerist hérna núna, Maggi. Ég held að þetta sé Davíð Kristján sem ætli að taka þessu aukaspyrnu. Eða hvað? Nei, Alexander. Alexander Helgi. Og þvílíkt mark! Alexander Helgi með jöfnunarmarki hérna á 19. mínútu. Þvílíkt mark hann hjá Alexander Helga. Þarna er hann að sýna hvað hann getur. Þetta var virkilega gott skot. Gjörsamlega óverðandi fyrir Sigur Hrannar í markinu. En tókstu eftir því og búinn að ná í blokkina? Já, Áður en skaut. ég tók eftir því. Það var glæsilegt mark. Já, gott fólk, staðan hér í kórnum í, já, má segja undanúrslitaleik Bós mótsins. Það lið sem vinnur þennan leik spilar við KR. Farið svo að leikurinn endi með jafntefli verður farið beint í vítaspyrnu keppni og það verður ekkert eitthvað ABBA kjaftaði. Það er alltaf, við komum með 2 mörk snemma, þannig að það er rosalega góð sviti og búið að vera bara fjörugur leikur, svona ennþá smá mistök á báða bóa. Það er nóvember, það er... Já, tímabilið er varla að byrja undirbúningstímabilið. Maggi fram að markinu, þá voru HK meira að gerast hjá HK heldur en Breiðablik. Já, þau getum verið sammála um það. Þá kemur Davíð Ingvarsson með boltsendingu þarna, en Máni tekur þetta. Þá kemur Bjarni Gunnarsson með sendingu á Brynjar Jónasson. Damir með Brynjarana í vasanum. Unnleifur, já, hann kann þetta ennþá, það er brassi í gulla. Já. Fín skiptingin á Davíð. Davíð Ingvarsson. Brynjólfur Vilhelmsson. Það var úr Willum. Alexander Helgi, vel gert hjá Alexander Helga, kemur honum á Aron Bjarnason. Hvað gerir Aron núna? Hann leitar að skotinu og þetta er... Mark! Aron Bjarnason kemur Blikum hér yfir á 21. mínútu. Þetta var vel gert. Ég held að hann var að fara að missa boltan hann. Já, ég verð að setja spurningamerki af hverju keyrði enginn í hann. Það var bara, Aron var eins og hann var að leita að sendingunni. Og það samt kemur á það, þegar kemur engin maður í hann, þá bara skýtur þú. Það var allir að bara hugsa um að loka sendingarlegum, bara hérna sem er munin á kannski... Og líka Maggi, fyrirgefðu, líka það, vitandi það hver er með boltan, mjög skotvís maður og góður fótboltamaður. En gott fólk, staðan hér er 2-1, þetta er fljótt að skipast veður í lofti, fljóttskipist veður í lofti, Magnús. Já. En það er samt sem áður logn hér og mun vera það áfram. Hiti cirka 15 gráður. Já, frábærastur, eitt besta knattspyrnuhús landsins. Já, glæsilegt knattspyrnuhús. Við sáum hérna hákaðingar, þeir ætla að sækja að Ásgeir náði ekki að komast í þennan. Elvar með alla sína reynslu, þá kemur Alexander Helgi. Flotta sendingu hérna yfir á Aron Bjarnason. Arjani til varnar. Tveir gríðarlega snöggi menn þarna. Aron, slögsending hjá Aroni. Sparka í jörðin eiginlega, held ég. Já, og þá koma hákaðingar í skyndisó. Bjarni Gunnarsson. Það gerir bæði, en hérna, kemur honum yfir á Brynjar. Brynjar. Kemur honum á Mána. Og hann missa hann út af. Þetta var ágætis svo. Á hákaðingunum. Og þá bara markspilna frá marki Blikana og það er Gunnleifur. Kemur honum á Viktor. Alexander Helgi. Og Willum. Davíð. Davíð Kristján. Kemur honum inn á miðjuna. Svona rólegri núna Blikarnir. Þeir eru að taka völdin hérna á vellinum. Já.
Og Willum með sendingu inn á Davíð Ingvarsson. Já, vel gert hjá Davíð. Þetta er frábærlega vel gert hjá hann og hvað gerir Hafnfirðingurinn? Og Brynjólf. En Brynjólf má ekki við marknum þarna, það voru 2 í honum og Ólafur kláraði þetta bara. Hörður, Máni. Einu að koma honum á Brynjar. Þar var Viktor. Já, þetta er aukastunna. Rót þarna. Já, Ólafur Erni. já, Brynjar Björn sagði við ágætan línuvörð hinn áttina. Já. Það létti yfir mönnum. Já, já. Það er ekkert stress, það er bara nóvember. Saman það er langur bolti frá Damir, þetta er fín skipting hjá Damir. Davíð. Og Elvar. Davíð. Það getur verið spennandi að fylgjast með Davíð Ingvarssoni. Þetta er heldur strákur sem getur fengið tækifæri hjá Blikaliðinu næsta sumar. Hver var í þessari stöðu í fyrramæki? Jonathan Hendricks. Já. Hvað er hann? Er hann ekki kominn? Hann er væntanlega í frí í Belgíu. Ætli hann kom ekki bara áramótin. Já, þú segir það. Hann finnst það svona líklegt. Hann var kominn á þessum tíma í fyrramæka? Já, kannski á með meiðslega Já. Hann sá hann að vel gert hjá Davíð Kristjáni. Sá hvað Brynjólfur Darri er áræðinn hann að... Og áræðinn. Aðeins og áræðinn. Keyrir í bakið á Leifandra. Nú koma Hákamenn. Leifur. Slöksending. Já, og þetta er bara þetta var held ég bara... Já, hann fær með þessu aukaspinnu. Já. Hann var bara heppinn hann að þetta var vel gert að láta bara boltan fara. Það vilja svolítið smáminu svona. Já, mér fannst þetta ekkert á þetta. Það sé alveg eins og er. Já, það er svona. Ég sé að dómararnir fara að herma eftir mér. Það er eins lituðum sokkum og búningurinn. Já, það er bara flott. Kannski að þegar Blikarnir eru í svörtum sokkum. Það er akkurat málið. Willum vinnur hér boltan, kemur hann á Aron. Hvað gerir Aron Bjarnason? Nei, þetta var ekki bara besta sem hann gæti gert. Hann var með 2 menn aðra með sér inn í tegnum. Þetta var slattskot í honum. En þeir eru fljótir að koma honum upp á Bjarna Gunnarsson. Bjarni Gunnarsson, sterkur strákur. Sjáu hvað hákangarnir eru. Og Máni og hann jafnar leikinn! Já. Máni Austmann Hilmarsson var ekki lengi að þessu og setur hann fram hjá Gunnleifi í markinu. Staðan er hér 2-2 eftir 26 mínútna leik í Kórnum í undanúrslitaleik mótsins. Sérðu hvað hágangar er að gera þetta vel, að koma boltanum upp kantinn þegar að Blikar eru að gleyma sér. Þeir eru að gleyma sér rosalega mikið og nær allar sóknar uppbyggingar HK byggjast á því að andstæðingun sé að gleyma sér. Þetta er rosalega áhugavert og eitthvað sem að Blikarnir þurfa greinilega að taka til sín og hákangar ætla greinilega að nýta sér. Þetta var svona skólabókardæmi, hvernig á að sprengja upp og skora og til dæmis það fer enginn í Bjarna hérna, hann fær að gaufa með boltan, leika með boltan ná ekki að koma boltanum og svo ping allt inn í Máni mættur og átti ekki neinu vandræði með að setja hann fram hjá okkar ástkæra Gunnleifi. Nei. Gaman að segja frá því að Gunnleifur Gunnleifsson er líklega eini Íslendingur sem hefur spilað með félagslið frá Liechtenstein. Hann spilaði með FC Vaduz. Nei, Gummi Steinars var með honum. Já, og fleiri sko. Það var fleiri verið með Vaduz. Nú máttu bara aðeins hugsa sko, það var einn í viðbót þarna. Já. Hann bjargaði einu sinni Kvölum upp á Skaga. Já, fræddi mig. Og hann er kenndur við Þórðarsson. Óli Þórðarsson? Nei, kannski Stefán. Stefán, var hann í FC Vaduz? Akkurat. Og þá spyr ég þig, að því við erum konir í þennan leik. Já. Hver var þjálfari? Ég veit ekki. Hann var heimsmeistari Þjóðverjum 1990. Rúmeníka? Hann var mjög hjólbílnáttur. Nei. Alltaf nummer 7. Lórdal Matthjáðis? Nei, hann var nummer 10. Og með þess að Heiðar sem er miklu eldri en ég og Maggi til Samas. Hann gæti ekki svarað þessu. Ég man ekki eftir HM 1990. Og þá ekki að koma með þetta. Pierre Libeski. Já.
frábærar upplýsingar þarna. Þá spurningu Tómasar lokið. Einskilningin fróðleikur dagsins komin í hús. Ég ætla bara að láta ykkur vita það var Magnús sem startaði þessar umræður. Við sjáum hérna að Blikarnir að reyna að byggja upp sókn. Elvar Freyr Helgason kemur nú með Arnór Gauta. Nei, það komnir þrír hákamenn hérna, dagskipunin bara og þá kemur Ásgeir. Þú sér að Arnór Gauti hefur lítið komist áleiðis og lítið verið í boltanum hjá Blikunum. Mjög lítið. Damir. Þá kemur hún með Davíð Kristján. Og langur bolti. Arnór Gauti gerir þetta vel. Willum. Þetta aukaspinna. Og þetta bara ekki á ósvipuðum stað og Alexander Helgi skoraði á hann. Nei, bara, skiltast á það, við erum að taka. Já, ég skal bara passa. Og spurning hvort að Alexander Helgi taki þessa ekki aftur. Já, þetta bara á svona svipuðum stað á hann. Ég held að þetta sé bara á nákvæmlega sama stað. Já, ég er klár með blokkina. Góðir áhorfendur, staðan 2-2 hérna þegar að tæpur hálftími liðinn af þessum leik hér í kórnum. Hér á Blika TV, öflugustu sjónvarpsstöð knattspyrnufélag á Íslandi vil ég segja. Og ég er hér gestur í dag. Og hvað gerir Alexander Helgi? Þetta er bara endurtekið efni, Magnús! Já, þessi bolti fannst mér Sigur Hrannar eiga verja, en spyrnan stórglæsileg, hann með frábæra spyrnutækni þessi drengur. Það bara verður ekki annað sagt og það engin Gísli Eyjólfsson hérna sem frábær spyrnumaður, en þeir eru komni með auka spyrnu sérfræðing. Ég er bara að segja það að þessi gæi, ég tók eftir honum í fyrsta skipti í fyrra þegar ég var að dæma hérna leiki hjá Breiðablik, æfingarleiki, og ég hugsaði með mér, vá hvað þessi strákur góður í fótbolta. Já. Og kunnátta mínum, hann var ekki meira en það, ég vissi ekkert hver þetta var. Nei, ef hann á eftir að halda sér heill, þá er ég nokkuð vissum að hann eftir að blómstra næsta sumar. Og við sjáum hérna bara uppbyggingsstarfi hjá Breiðablik, það verðist sama þó að detti einhver leikmenn út, bara kemur einhver annar inn í staðinn. Þetta er ekkert eðlilegt starf. Það er bara óeðlilegt, sko. Ég er að segja ykkur það ára góður, þeir sem voru vitni af þessu marki, þá gerði hann alveg eins mark áðan þegar hann kom Breiðablik í 2-1. Já. Gjörsamlega frábær spyrnumaður og var góð mörk sem við erum múin að fá hérna. Með 5 mörk og ég segi þegar hann jafnaði leikinn 1-1. Já. Aron Bjarnason skoraði annað mark Blíkana. Aron Bjarnason, það var reyndar mjög vel gert og þetta búið að vera flott mörk hérna. Við erum samt félagarnir svona setjum spurningamerki við fyrsta mark HK, en 31 mínúta komin á klukkuna hérna og staðan 2-3 fyrir Breiðablik. Alexander, flott sending, Aron Bjarna, nei. Arjan skallaði þetta frá. Og þá kemur Máni Austmann. Sendingu hérna yfir á Brynjar Jónasson. Það gerir Brynjar. Við náum að koma þessu frá Blikarnir. Bara Arjan og Elvar. Hann sendi bara á hjákamennina. Og Máni. Damir tekur þetta. Þeir halda boltanum en þú sér að þeir Hákáingarnir Blikarnir að lenda í gríðarlegum vandræðum með þessar fyrirgjafir, lágu fyrirgjafir frá hægri. Já. Það er alveg rétt hjá þér. Fá hérna aukaspinnu. Hvenar, Maggi, var síðast svona bæjarleikur á milli þessara liða? Það hefur nú alveg verið bæjarleiki, bara svona æfingarleikir. Já, ég fer utan það kannski, sko. Þetta er mót sem við erum í núna. Já, en... Er það bara síðast þegar þið voru í efstu deild? Já, 2008. Við sjáum hérna aukaspinna. Davíð
hérna fram og þá kemur Aron Bjarnason og í kappi við Arian og Arian er skruddufljótur. Glæskeggjum móttaka. Það er Rangstad, Oddur Helgi með þetta alveg upp á 10. Óskar Martinsson, Rangstad þannig. Það má geta þess að dómararnir hér í kvöld eru allir alþjóðlegir dómarar. Herru, fyrirgefðu, hérna þau mættust í bikarnum fyrir 2 árum. Rétt hjá þér. Það sem að Blikar fóru með Sigur og Hólmi. Já, það er rétt hjá þér. En HK mun spila leikina sín í Pepsi-deildinni hér, eða ekki? Jú, ég veit ekki betur. Brynjárur. Svona virkaði bara svona hálfæri eins og maður vissi að það væri ekki að fara að gerast neitt. Jó, þeir munu spila leiki sinni hérna og helsti munun sem er þá er grasi bleikt. Já. Og keyrt inn á vatnsbílum. Já, keyrt með vatnsbílinn inn á. Maggi, þú ert heimsfrægur í Íslandi fyrir það að vera vallastjórinn á Kópavogsvelli. Já. Einhverju fallegasta grasvelli landsins ásamt Kaplakrika. Já. Þú erum sammála um það? Algjörlega. Já. Ég var spurður það í dag þegar ég var sagðist vera að fara að lýsa með þér hérna. Hvað fyrir þú að gera? Ég bara... Við skulum bíða með það, Willum. Ég er ennþá á Kópavogsvelli og er að sjá gervigrus þá. Þú mátt ekkert slá eða... Nei, við erum með nóga gras á þeim ennþá. Það er vinna þarna. Já, það er í raun og veru ekkert að breytast nema bara vinnan yfir veturinn er að í raun og veru bara aukast. Því að það þarf... Það er álag á Bö. Það er álag á Bö. Ekki ennþá. Það verður álag á Bö. Passion League mun jafnvel koma seint út. Sjáum hérna fyrir Aron Bjarnar með hornið. Koma þessu frá í bili. Það var Damir. Hvað gerir Damir, nær hann þessu? Já, hann nær þessu. Hann mista hann út af. Nei, hann mista hann út af. En veistu það, talandum gervigras og grös og allt þetta, ég held bara nauðbeygður verða að segja að þetta er bara framtíðin. Já. Ég held að það sé bara þannig, nauðbeygður sagði ég. Það er þín skoðun. Ég er eiginlega að fara svona pínu gegn mínum vilja en ég held bara að við sáum það í fyrra að töpustu liðin á Íslandi spiluðu bæði á gervigrasi. Já. Við skulum bara sjá hvernig þróunum verður næstu 5 árin og athuga hvað gerist þá. Og það verður áhugavert og kannski verða flest öll liðin komin á gervigrasi þá, nema kannski F-fangarnir. En við erum ekki að hugsa um það núna, við erum að hugsa þennan leik. Þetta er samt þörfu umræða, Magnús. Já, það er hægt að ræða það endalaust síðar. Ára Alexander yfir á Elva Freyr, Alexander Helgi, með sendingunni yfir á Davíð Kristján Ólafsson. Það gerir Davíð, hann vinnur hornspyrnu og alveg tekur hann af rosa stökk og Heiða flott hjá hann. Mér finnst merkilegt hversu mikinn tíma Alexander Helgi fékk hérna á boltanum og engin pressa, hann gæti bara gjörsamlega valið hvert hann ætlaði að senda boltan. Já, það er kannski það sem er búið að vera að gerast svona síðustu mínúturnar því að áðan þegar svona fyrirhluta hálfleiksins þá voru alltaf HK-menn komnir í blikana, þá kemur hornið. Skalla þarna tveir saman, þá er Damir. Hann nær þessum bolta. Kemur með hann hérna fyrir. Arnór Gauti allar í hann en HK-menn koma þessu frá. Þá er það Arian hann í baráttunni, komin aðeins út af stöðunni sinni. Og Willum, ja, þetta er vel gert og hvað gerist þarna? Nei, þetta er bara ennþá betur hjá HK-mennum, lesa þetta. Ekki Birkir Valur. Birkir Valur gerði þetta vel. Skoraði fyrsta mark þessi leiks. Já, á 70 mínútu. Og Arnór Gauti! Wow. Ekki svo fjarri lagi þarna. Eitt af því sem að mér hefur vantað hjá blikunum að það er að nýta hornspyrnurnar og aukaspyrnur svona aðeins lengra frá sem ekki eru að skjóta úr betur. Þú ert heldur betur búin að nýta það sem fá til að skjóta? Já, í dag, en hornspyrnur finnst mér að hafa ekki nýtt nógu vel og sama með í sumar að vera áhugavert að skoða svona tölfræði hvað Blikar fengu mikið á hornspyrnum og hvað var mikið af mörkum úr því, því að ég man ekki eftir mörkum.
og það eitthvað sem að þjálfarateymið þyrfti þá að fara að skoða. Á sama tíma var HK-liðið, þeir voru einmitt að nýta þessa hluti mjög vel hjá sér en alltaf auðvitað munur á inkasso og Pepsi-deildinni, þannig að þetta verður svona áhugavert að sjá hvernig þeir munu koma. Já, það það. Já, góður Rándur, staðan hérna er 3-2 fyrir Breiðablik þegar að 38 mínútur eru búnar af þessum leik. Þetta er óþarfa brot þarna hjá Elvari. Já, klaufulegt. Mörkin í þessu leik voru þannig að HK komist yfir á 70 mínútum með marki frá Birki Vali Jónssoni. Það var Helgi sem jafnaði úr aukaspyrnu á 19. mínútu. Aron Bjarnason kom Breiðablik yfir á 21. Máni Austmann jafnaði leikinn á 28. og á 30. mínútu kom Alexander Helgi með nákvæmlega eins mark úr aukaspyrnu hann gerði á 19. mínútu og staðan er 3-2. Fín bolti á Ásgeiri Marteins, beint í hendurnar á Gulla. Þá koma Blikarnir reyna að sækja hratt. Þetta er góður bolti, þetta er ekki rangstað. Nei, engin rangstað og það var vel gert hjá Sigurður Hrannari í markinu. Sigurður Hrannar Björnsson, markvörður HK. Elvar, Aron. Þetta var svona næstu því, Maggi. Já, það var svona, maður hafði samt ekki alveg nóg mikla trú að hann myndi ná þessu. Nei. En við munum örugglega sjá hérna gott fólk í seinni hálfleik, eitthvað skiptingar. Já, ég hef trú að vera mikið breytingar en Gústi sagði við mig hérna fyrir leik að það er ekkert víst, þeir eru með held ég 22 eða 24 hérna í hópa, það er ekkert víst að allir fá að spila. Nei. Þeir vilja greinilega fá bóðsbyggarinn, koma sér úrslit þar. Já, þeir unnan í fyrra Breiðablik og gerðu það eftirminnilegan hátt og æsileg sending en þetta beint í hendurnar á Sigurði Hrannari. Breiðablik úrslit í þessum riðli voru þau að Breiðablik sigraði FH 2-1 í fyrstu umferðinni og HK sigraði síðan FH í annar umferðinni. Hvað getur Davíð Kristján? Já, þetta var nú eins og að drekka vatn. Davíð Kristján Ólafsson kemur hér Blikum í 4-2 þegar að 41 mínúta er komin á klukkuna. Ég sáu þarna að Davíð Kristján satt eftir, haldraði eitthvað þarna og beið í raun og veru á hægri kantinum á meðan var enginn að bakka upp hans stöðu. Nei. Og HK-ingarnir voru ekki að koma boltanum upp þar sem að þeir gerðu. Nei. Og þarna hefðu HK-ingar getað nýtt sér í raun og veru það að reyna að koma boltan þarna upp eins og þeir eru búin að gera svo vel hingað til. Já. En klikka á því, tapa boltanum á miðjum vallarhelmingi. Og það er bara Willum, það er leggjan bara til hliðar og Davíð Kristján bara einn og umsjó. Já, maður er alltaf svona eiginlega óvart því að þetta var algjörlega út úr stöðu. Já. En það sem ég var að segja þá sigraði HK og FH 2-1 þannig að þessi leikur hérna hefði verið og er hreinn úrslitaleikur það hvaða lið mætir KR í úrslitum þessa móts. Bjarni. Elvar stoppar þetta, þá er það Willum. Willum og Alexander Helga, þá er það Willum aftur, hann er með Davíð Ingvarsson hérna og síðan Davíð tilbaka á Elvar og Alexander. Willum, þeir eru að sprengja þetta upp og hvað gerir Arnar Gauti? Arnar Gauti Ragnarsson. Hefur verið svona rétt framhjá. Smá akkillesarhæll hjá Arnar Gauta að nýta færin sín betur og hann gæti verið topp striker í þessari deild ef hann myndi fara aðeins betur með færin sín. Sammála. Líka spiluðu æfingarleik síðasta laugardag á móti Fjölni þar sem unnu 2-1. Já, varst þú ekki að dæma þann leik? Jú, ég flautaði þann leik. Það er á rétt hjá þér. Ég er ýmist að flauta leiki eða dæma á. Og núna lýsa þeim? Nú er ég að lýsa. En það er nú, ég veit ekki hvað ég er að segja hérna, en það er nú bara þannig að ef ég er að gera eitthvað og Breiðablik er að spila, dæma eða lýsa, þá vinna þeir. Já. Það er slæm tölfræði fyrir HK-ingarna. Ég trú ekkert á svona. Við sjáum hérna Aron Bjarnason. Já, Sigurður Viðarsson og alla kennir að
lesa eitthvað upp í hátalarakerfið. Já, að minna á sláarkeppni, þar sem hægt að kaupa skot tilraun á slána á 3.000 krónur. Já, en veistu það Maggi, ég segi það aftur, ég er óbóðslega snortinn yfir mætingunni hérna í kvöld. Já, gríðarlega góð mæting og virkilega vel gert hjá báðum liðum og vel staðið að þessum leik. Gaman að sjá stúkuna svona græna og rauða, litir félagana hér í Kópavogi. Já, svo sannarlega. Þannig að koma hákáingarnir. Þeir ætla ekki að gefast upp og Ásgeir Marteinsson. Ásgeir Marteinsson en Gunnleifur með þetta. Hann var nú ekkert svona mikið með þetta eins og hann leit út fyrir eða þóttist vera með. Nei, alls ekki. Okkar maður sko. En blikarnir eru að hérna sækja hratt í Elva Freyr veit ekki alveg hvert hann er að fara þarna. Aron Bjarnason. Það gerir Aron. Það má nú alveg flauta og svona sko en hann ákveður að sleppa þeim. Virkilega vel gert þarna hjá Damir. Hvernig Damir stoppaði þarna algjörlega, bara virkilega efnilega skyndisókn. Ef að Ásgeir hefði náð að koma boltanum frá sér, það hefði allt verið opið. Þetta var vilja aðeins að svona beða leikmenn að hætta. Já, róa sig. Sem að þarf stundum að gera sem dómari. Já. Og ég ætla að láta vita það, gott fólk, að það er ekkert 15 mínúta hálfleikur, það er bara nokkrar mínútur. Max 7-8 mínútur, þannig að við verðum síðan komnir aftur, hvað gerir Aron Bjarnason að missa hann bara út af. Við verðum komnir aftur hérna áður en að langt líður. Já. Það er rétt að detta í 45 mínúturnar. Það verður brjálega að gera hjá tæknimanninum og sjónvarpsstjóranum Heiðari Bergmann að klippa upp mörkin og svona fyrir síðuna. Það er allavega nóg að færum og nóg að mörkum. 6 mörk komin í fyrri hálfleik sem er virkilega frábært. Vona að það detti ekki niður og verði leiðilegur seinni hálfleikur. En ég hef enga trú á því. Ég hef enga trú á því. Flautar Vilhjálmur til hálfleiks. Staðan hérna í hálfleik er 4-2 fyrir Breiðablik. Birkir Valur Jónsson kom HK yfir á 70 mínútu, síðan Alexander Helgi jafnaði leikinn. Síðan kom Aron Bjarnason með mark á 21. mínútu, á 28. mínútu jafnaði Máni Austmann í 2-2 og Alexander Helgi tók síðan á skarið og skoraði beint úr aukaspyrnu á 30. mínútu og á 41. mínútu skoraði Davíð Kristján Ólafsson. Staðan í hálfleik 2-4 eða 4-2 fyrir Breiðablik. Við hérna á Blika TV ætlum að taka okkur smá pásu. Við erum komin aftur eftir nokkrar mínútur.
Breytingar á HK. Erum við komnir? Já. Þessi? Screen resumed. Þeir komið inn. Allt orðið klárt. Hvað er síður? Góða kvöldið á ný og velkomin aftur að skjánum. Þið sem heima sitjið. Þá fer að byrja seinni hálfleikur í leik HK Breiðabliks í Bósmótinu. Staðan hér í hálfleik er 4-2 fyrir Breiðablik og Blikar hafa nú þegar gert 3 breytingar á sínu liði fyrir seinni hálfleikinn. Það er þannig að Willum synir Brynjólfur og Willum eru fæddir af velli ásamt Gunnleifsinni og inn kemur Ólafur Ísholm í markið og Aron Kári Aðalsteinsson og Guðmundur Böðvar, ég skrifaði hérna bara G, Böðvar, Guðmundur Böðvar Guðmundsson, Skagamaðurinn og mér sýnist líka hérna, Maggi, þú þekkir HK-mennina betur en ég. Já. Það er búið að skipta markmann þarna allavega. Sigurður Hrannar er... Ætli Andri Þór Gretarsson sé ekki kominn þá í markið hjá HK-ingunum. Hann var á láni hjá Aftureldingu á seinasta tímabili. Hafði verið að berjast við stöðunum við Arnar Freyr Ólafsson. Já. Og þegar Sigurður Hrannar kom yfir í HK og þá ákveður að lána Andra Þór Gretarsson. Annars eiga HK-ingar 2 mjög efnilega markverði í öðrum flokki. Já. Þannig að þeir eru ekki á flæðiskeri staddir í markmannsmálum. Og það var athyglisvert líka að Blikar seldu 2 markverði. Báða fætta 2000 út. Já. En ég sé það hérna á leikskýrslu HK-manna. Já. Að hér er Sigur Páll Melberg Pálsson sem var í Fjölni í fyrra. Hann er búinn að vera að æfa með þeim. Já. Aron Elí Sævarsson frá Val, hann er búinn að vera að æfa með þeim. Síðan er Kári Pétursson, stjörnumaður. Þetta er sem sagt frá spiluðum með þeim á seinustu tímabili. Þetta er þannig, já. Já. Og Ómar Atli Sigurðsson, já, fyrirgefið. Og var hann með hérna? Já, nákvæmlega. Já, við erum með þetta svolítið sveit á hérna. Já. Við erum ekki með... Já, Gummi Júl. Já, hann verður frá og mun ekki spila 9 mánuðin og hann missir af Pepsi-deildinni á næstu leiktíð. Og það var Ingiberg Ólafur ekki með heldur í dag. Já, hann meiddur. Ég veit ekki hvernig ástandið er á honum. En þá er þetta hafið hérna á nýju og það er markaskorarinn Alexander Helgi sem að kemur með þetta. Eins og ég segi, við erum ekkert með svona formlega leikskýrslur, við erum bara með þetta króta hérna niður á blað. En það er bara líka ágætt. Við erum hérna í sveitinni. Já, upp í fjöllum. Kópavogssveit. Upp í fjöllum í Kópavogi. Og við erum hér, Tómas Mæður heiti ég og með mér í þessari útsendingu er Magnús Valur Böðvarsson, betur þekktur sem Maggi Bö. Og tæknimaður og sjónvarpsstjóri Blika TV er Heiðar Bergmann Heiðarsson. Og sjálfsög á myndavélinni líka. Margra starfa maður. En þessi nummer 80, það er líka breyting hjá Blikum. Við vorum ekki með það. Þeir hafa tekið inn aukamann. Þeir hafa tekið inn aukamann og við þurfum eiginlega að byrja að spyrja sjónvarpsstjórann að því hver þetta er. Ég bara sé ekki hver þetta er. Nei, það kemur. Það er Arnar Bjarnason. Hann er með sendingu á John Doe, eins og mun heita núna.
Gummi, númer 80 fyrir númer 80. Andri Fannar. Já, Andri Fannar Baldursson, sjálfsögðu, hún tók ekki alveg eftir hver þetta var. Það er kannski þetta afleita hár hjá honum sem að Það getur oft blekt, Maggi minn. það getur blekt. Sprækur strákur, ungur strákur. Þá er spurning hver fór út af fyrir hann. Við vorum hérna með alltaf hreinu. Já, Davíð Ingvars. Nei, hann er hérna. Hvað gerir Hákamenn? Nei. Ágætis færið hann í Hákamannum. Hei, það þarf að mæta manninu! Koma! Reyna áttaði mig á því hver kom út af. Já, Willum bræður eru farnir á velli, Gulli er farinn og þá er það einn í viðbót. Og Alexander Helgi er hérna. Davíð. Davíð Ingvars fór út af. Nei, hann er inn á hann er þarna. Elvar Freyr fór út af. Elvar Freyr fór út af. Já. Þetta var ég með þetta. Sjálfsögðu. Það hlaut að vera Aron Kári kom náttúrulega inn í miðvörðinn. Náttúrulega vonlaust að finna manni sem fór út af þegar maður er alltaf að líta á sóknarmennina. Já, þetta er bara vonlaust og það er að maður, en svona þurfum við að spila úr þessu. Við erum bara hérna algjörir leikmenn í þessu og þetta er bara skemmtilegt. Þetta er svona ákveðin leikur, Maggi. Já. Finna út og svo sá sem finnur þetta, þá er rosa gleði. Sorgja þér að því ég vann þig í þessu, en samt gleði. Í þetta sinn. Í þetta sinn. Og þá er það Guðmundur Böðvar á manni sem þú vildir út af en ég vildi inn á. Já, Davíð er búinn að vera virkilega sprækur í hægri kantbækunum. Mjög sprækur í þessu svo kallaða 3-4-3 kerfi. Hákaspilar 4-2-3-1. Svona fyrir þá sem að hafa áhuga á uppstillingu. Sýnir sem samt, hann er nánast verið að komna í eitthvað 4-4-2 kerfi. Með Brynjar og Bjarna, en hvernig er það bara túlkað? Það er sett upp eitthvað kerfi, eftir 2 mínútur er það búið að reilast. Já. Það er stundum þannig. Það er stundum þannig. Já, það er stundum þannig. Damir hann ekki í vandræðum með þetta innkast. Það voru Andri Fannar. Númer 80. Skemmtilega hárgreiðsla, Maggi. Já, þetta er svona minnir rosalega mikið á 2001 sem er þá væntanlega árið sem hann er fæddur eða í kringum það. Tískan þá var ansi skemmtileg. Já, tónlistin var líka góð. Gríðarlega góð. Já, gott fólk, staðan hér er 4-2 fyrir Breiðablik og ef þetta verður niðurstaða leiksins þá mæta þeir KR-ingum í úrslita leik Bósmótsins 2018. Svona tíðindalítil byrjun á seinni Já, hálfleik. þetta er rólegt, fyrstu 5 mínúturnar rólegar. Það kemur sendingin yfir á Davíð Kristinn Ólafsson. Hvað gerir Davíð? Hann er með Arian hanna. Gert hann hjá Birki Val, skallaði þetta frá. Máni Austmann. Bjarni Gunnarsson, sterkur leikmaður Bjarni. Andri Fannar, þetta má ekki. Mér finnst hann hafa bætt sér mjög mikið sem leikmann Bjarni Gunnarsson frá því að hann var í IBVF og Fjölni. Heldur betur, þetta er allt annar maður. Reynslan fann hann að spila inn í og byrjar að skora mikið meira en hann gerði. Hárrétt múf hjá honum á sínum tíma að koma hérna á mitt tímabil til HK. Algjörlega, búið að vera hérna síðan. Búið að vera happafengur fyrir HK-inga. Happafengur HK að leika í deild þeirra bestu á ný eftir 10 ára fjarveru, Maggi, eða ekki? Já, þeir voru 2007 og 2008 í efstu deild. Og ástæðan fyrir því að þeir voru 2008 var í rauninni þannig að það féll bara eitt lið 2007. Já, það var nákvæmlega þannig. Mástu hvað lið það var?
Nei, ég man ekki hvaða lið féll þá. Víkingur. Já. Ég man allavega að það ár var KR í botnbaráttu allt tímabilið. Og það ár, þá tók ég mín fyrstu viðtöl fyrir Stöð 2 Sport og sem hétt Sýn þá og það var einmitt Breiðablik sem kom mér á kortið. Já, frábært. Skemmtilegar upplýsingar þarna. Fyrir einhverja sem vilja rita þessa sögu. Þetta er vel gert. Og þannig að þarna hefði mátt vera Bliki inn í boxinu. Það voru nóg að Blikum þar, það er bara ekki þess að sendingin var. Ekki á réttu stað. Já, vel gert þarna. Þá kemur Damir yfir á Aron Bjarnason. Hvað gerir Aron? Hann hefur nokkra og nei, þeir koma þarna fyrir þetta hákamennir. Þetta var klaufalegt hjá Aroni. Hann hafði marga aðra kosti í stöðinni, velur þennan sísta kostinn, enda fór þetta svona. Sá líka að hvaða gal opnaðist allt, enginn kominn í back-up fyrir Arian þegar hann kemur, tekur hlaupið upp, straujar, 3 leikmenn Blika, vinna boltan, allt gal opið fyrir Aron á kantinum, en sendingin bara einfaldlega enga veginn nógu góð. Damir ekkert að hata þessar sendingar, löngu sendingar. Damir, minn persónulegi vinur. Já. Og Davíð Kristján Ólafsson. Við fá menn hérna í hjálpar. Við erum Damir og Alexander Helga, kallar Alex. Sáum svona tempóið aðeins búið að lækka. Þrátt fyrir 4-2 fórust í hálfleik þá var Ágúst Gylfason alveg brjálað við sína menn og það er kannski vegna allra þeirra færi sem HK fékk. Fyrst og fremst það. Og bara einfaldlega mistök og það virðist allavega